núna erum við félaginn að spila Death Stranding sem ekkert eftir umtalaðasti leikur myndi ég segja þessa dagana en Ólafur búinn að vera að spila næs og þið komið bara inn í ykkur orustu. Já, orustu, við erum með orustu við sko slím kolkrabba. Já, bara blanda kolkrabba og ég veit ekki hvað sko. Já. Og hval sko. Þetta hval. Já, ég veit ekki hvað þetta Nei, þetta ógeðslegt kvikindi. Mér vantar eina handsprengju til að drepa hann. Þarna. Wow. Það er nefnilega sko, þetta eru byssur. Þessar hérna handsprengjur, Medic Grenade, veistu hvað það eru? Það ganga fyrir blóði gaursir. Nei, hvað er ég að gera? Farðu. Ég verð að fara upp á strætó. Það er önnur handsprengja. Hvernig tókst þér að þakka henni í barninu? Ég veit ekki, það fríkar mig líka út. Það heyrist í fjarstýringunni sko úr unga barni. Það hangi barn framan okkur. Já. Og hérna. Þetta er hrikalegt sko. Býtum við að hvort ég geti hendi aðra handsprengju. Já, ok. Svo nú er ég að fara að drepa hann. Fyrsta svona boss fight í leiknum, sjáðu. Boom, later. Gert. Seinna gamli. Settu við þetta viljandi upp, hann að Jóli myndi lítið út eins og hetja. Nei, sérðu, ég hef aldrei spilað þetta á það, sko. Eliminate the BT. Og hvað gerir ég? Eliminated the BT. Hvað er BT? Það er einhver gulldreki. Nei, þetta er þetta. BT er svona, nei, sko, BT. Hvað er þetta? Þetta eru svona kristallar sem er eins og hendi. Já, er hún að farið þarna ógeðslega svampið? Já, ég er bara svo Trump. Drain the swamp. I'm draining the swamp. Fake news. Fake news, sjáðu, þetta er aðalgaurinn, sko. Já. Þetta er hérna, sko, þetta. Die Hard Man. Þetta fjallar eiginlega það að ég er heitir aðalgaurinn Die Hard Man. Já. Ég er sko Sam Porter, sem er leikinn af hérna, hvað heitir hann, Norman Reedus. Norman Reedus, eða líka. Eða betur þau sem gæðin í Walking Dead. Já, það er rétt, hann er hérna og svo Mads Mikkelsen og fleiri góður leikarar hérna. Og þetta er, ég er henni sonur, sko, ég komst að því bara alveg í byrjun, ég er ekki að spoila hann einu, að ég er sonur forsetans sem að hérna birtist í byrjun, sko, í unga bátninu. Það er að gráta. Nei, veist hvað ég gerir þá? Líka þegar þetta kemur úr fjarstýringunni. Nei, sjáðu, ég ætla að tékka á bátninu. Já, það er bara. Það fram á hann, sjáðu. Með naflastreng gott og ég get farið í Soothe Baby. Bibi, hann heitir Bibi og hitt heitir BT. Þetta er allt svona Bibi. Rock Bibi, stopp. Ég er að rugga því. Hvað ertu að gera? Hefur aldrei átt bát með það? Hvað ertu að gera? Nei, ég hef aldrei átt bát. Nei, maður á að rugga því svona. Já, hvað, er það hristur í lífið? Nei, ég er bara rock the baby, sjáðu, það er að vera grífa. Soft kitty, warm kitty. Það er bara mjög ánægt, sjáðu. Svo erum við þetta fram á mér. Hérna er fullt af síld sem að kemur upp úr hafinu eftir svona bardaga við BT-dótið. Þannig er Demon Thor 2020. Já, sko málið er að, ok, ég ætla að segja ykkur, þetta er leikurinn Death Stranding. Já. Og þetta er nýjasti leikurinn frá Hideo Kojima sem er þekktast fyrir Metal Gear Solid-leikinn og hann er nú bindur bagga sína ekki sömu böndum og samferðamenn sín. Hann er mjög skítið. Þetta er mikið, leikurinn er mikið rættur. Já, en hann er mikið svona, það er íslensk áhrif í hann eins og þú sér hérna, umhverfið, þetta er eins og bara að vera í Þingvallasveit. Þetta er rosalegt. Og hérna það sem er að gerast hér, að þetta skilti hefur Demon Thor 2020 skilið eftir fyrir mig. Já. Og ég get gefið hún like fyrir það. Like á það. Já, ég er að gefa hún like. Ég er að gefa hún 20 like. Þú hvað? Ég get gefið hún like. Og málið það, þetta er ekki multiplayer leikur, en aðri leikmenn geta haft áhrif á mína veröld. Þannig að þeir geta skilið eftir stiga og bönd og alls stótt á í mínum leik. Já. Og ég get skilið eftir fyrir þá. Þannig að við erum að hjálpa að stað. Því við erum allir svona sendisveinar eins og þessi gaur hérna, Norman Reedus, Sam Porter eins og heitir í leiknum sér hvað hann er flottur. Þannig að nýbúin að lendi í vesinni. Þú varst að koma á sturtu sko? Já, ég veit að ég var að fara í sturtu, maður er svolítið mikið í því. Og hérna, og hann er að bera á bakinu. Þú ert bara, þessi gaur, hann er svona sendisveinn. Já. Ertu sonur forsetans og ert sendisveinn? Já, hann kemst að því náttúrulega seinna sko. Þetta er svona, það er alveg saga í þessu, hún er aldrei skrítin sko. En þetta hérna er gullið í leiknum. Það er þessar hendur hérna, kristalshendur sem ég er að taka upp núna. Hérna er sko þetta Crystal Gold. Já, og þetta er svona, þú veist, þetta dræfar svolítið mikið, maður getur framleitt fyrir þetta, maður getur fengið alls kyns svona power-ups og svona dót sem er byggt á þessu. Já. Þannig þetta er svolítið svona bensín í leiknum svolítið sko. Okay. Því meira sem maður fær að þessu, því betri málum er maður í sko. Nú hérna er eitthvað búin að setja upp svona klappstýrudót. Já, búin að fá 188 like á það. Og það sem ég get gert, að ég get ítt á L1 og ég get gert þrýðing og sett mitt eigið skilti. Ég get það bara, hei, hvað hefur við að gera? Ég var að setja eitthvað hérna bara. Good work, baby. Og þá fæ ég kannski like á þetta seinna. Og hérna get ég séð, þegar ég ít á optionstakkan, þá get ég séð sko like-in.
Hérna mappin alltaf bara sem við erum að fara í og við erum að fara hérna niður á Höfn, við erum að fara í það. Hitta Die Hard Man. Já, við erum að fara að hitta Die Hard Man, hann er rosalegur. Og hérna getur þú síðan sko niður í vinstráðnir eru lækin sem ég er búin að fá. Ég er búin að fá 3708 like í leiknum sem menn eru búin að læka það sem ég er að gera. Þetta er bara 3000? Já. Hefur einhvern sem að líði eins og væri vinsælli heldur? Nei, ég hef aldrei fengið svona mörg like og það er bara allskyns fólki út allan heim sko. Svo ég að bera núna 41,1 kíló af 125 mögulegum og svo maður mikið að labba með, sjáðu landslega, þetta er bara eins og vera í fjörunni, þetta er bara eins og vera bara í Árskógsströnd og ég veit ekki sko steinfjara þar en þetta er eins og vera bara úti í íslenskri náttúru. Af hverju valdur svona mjög nákvæmum stað til þess að vera sem ekki vissum að það væri rétt? Þetta er bara fyrsta sem er datt í hug, skilur. Heyrðu, sérðu, hérna eru konar einhverjar byggingar, þetta er rosalt, þetta er einhver hafnabær. Ég er það nýbúinn að Drain the Swamp eins og áhorfendur sá það. Já, Drain the Swamp. Það var bara handsprengju í kolkrabbadýrið. Já, ég er búinn að lesa alls konar hlutum hennar leik. Já. Ég mynd bara, sko, svona ánægt hvað það er lítið að gerast. Já, sko málið. Mikið bara að labba um. Það er mikið að labba um, en ég er búinn að finna mótíhól til dæmis. Já. Og náðu að powera það upp, en ég geri það með að setja upp svona orkustöð. Nei, mamma. Mamma? Nú þarf ég að skilja allt eftir. My advice, put stuff in a private locker in the pod, not cigar. Nú. Þá þurfum að fara tilbaka. En það er alltaf leið, þá getið sýnt ég svona smá stöf sko. Sýnum stöf. Það er eitthvað vesinn hérna. Erum að fara það þanga með, við þurfum að fara með, hérna, við getum farið hérna. Og farið með allt kargóðið sko. Viktor Frank. Já, við þurfum að fara með kargóðin, henda honum í. Við getum verið með private locker, það sem er bara fyrir mig. Allt kargóðin sem ég finn frá öðrum sendisveinum eða eitthvað dóti. Eða ég get farið í svona shared locker, þar sem ég get verið að séra því með öðrum leikmönnum. Handsprengjum og eitthvað í þessu. Og eins og sást í bardaganum án við svakaskrímslið að þá náttúrulega var eitthvað gaur að henda til mér handsprengjur. Einhver sem hafði skilið eftir eitthvað dót og bara ákveða að hjálpa gamla. Já. En hérna eru svona bridges, það eru aðalsamtökin til að koma Bandaríkjunum saman aftur og það er mitt hlutverk. Í rauninni missioni er að hjálpa Þeir setja það í þínar hendur? Móður minni, fórsetanum, hérna er faratæki og systir minni til að svona einhvern veginn sameina Bandaríkin og koma þeim inn á þessa sín til að berjast á móti þessum illu öflum sem enginn veit nákvæmlega hvað er. Já. Þetta er svona típisku bara svona hub sem þú getur farið inn í. Hérna getur þú losað við kargóin, hérna getur þú verið að vesenast í alls þess hlutum, fengið mission og svona. Og nú ætlum ég til dæmis, hérna er take on orders, það eru hérna nokkur mission hérna sem ég get farið í. En ég ætla nú ekki að fara í það nú, ég ætla að reyna að ekki að skila kargóinu. Jó, ég ætla að gera það. Hvað er þessi leik, er komið einhver svona áætlun hvað þessi leikur er langur í spilinu? Ég held að hann geti verið, sko, ef þú ert að fara í allt stöffið, þá getur örugglega verið bara 100 tímar eða eitthvað, ef þú ert að vesenast í alls, það er fullt af side missions, það er fullt af bara risastór svæði þess að getur verið að dunda í alls hlutum. En ég held samt að sko, hérna getur maður að claim materials sem maður getur náð í, maður getur farið í recycle, en ég ætla að fara í private locker, ég er svolítið svona vill þú vilt ekki aðra player en snerta dótið. Þá hendir maður kannski, getur maður valið hérna, ef ekki henda bara öll út, sáðan það ekki, sáðan það ekki bara, hún vildi bara færa allt, og hendum svo bara öllu, og fyrir bara hérna í, ok, þetta er cool, eða? Ég bara get látið eins og ég veit í hvað er skeið, ég hef ekki hugmynd hvað er í gangi. Sko, nú erum við búin að velja allt þetta, ok? Já, dömpa þess að þér. Ég ætla að henda þessi í, hvernig gerum við það? Ég er alveg, sko, ég skil, sumt í þessu leik er mjög skrítið. Er ekki margt í þessu leik mjög skrítið? Jú, reyndar. Ég var einmitt búinn að heyra, hann var að tala um að þessu leik þá áttu svona að taka skref tilbaka frá öllu ofbeldinu. Já, þetta er leikur, hann er alltaf, sko, maður er með handsprengi eins og ég veit ekki hvort það kom einhverja byssu seinni í leiknum, ég er búinn að spila núna svona cirka kannski 10 tíma eða eitthvað. Já. Og það hugsanlega kemur einhver frekari vopn en hérna er nú bara að setja drasl hérna inn í private lockerinn hjá mér sem ég er með á bakinu og sér það er alltaf breytast á bakinu á honum það er orðið lítið eftir Já. Og svo er maður að passa þú veist til dæmis að hann sé í réttu skónum og skótnir eyðast og maður þarf að passa að hann haldi jafnvægi þegar hann labba niður brekkur eða fara yfir ár og það er allskyns svona stöf sko. Okay. Heyrðu, en við hendum þessu bara í private lockerinn hérna, ef við ekki bara fara að henda okkur á stað síðan bara. Ég verður bara alveg til í að
Þú mútti gera það. Ok, Sýndu mér þannig ég búin að henda ykkur út. Ok, ég get farið hérna að take on orders, við tökum það bara með ekki. Við get taka ykkur á nokkra hérna. Við farum með þessi velja hérna multiple. Af hverju eftir að spyrja mig álits þegar þú veist að ég veit ekki hvað gangi Ég veit að þú veist ekki neitt sko. En ég að fara í allar þessu orders hérna. Ég hef það með mér. Gott að hafa það með sko. Hafa það með þér. Svo segja þér, viltu fá stiga eða viltu fá eitthvað dót með þér. Og veistu hvað kaupir þetta fyrir gulli sem þú fékkst úr hann gullhandunum með? Njá, þú látið búa þetta til. Já, hluta þessu er úr því sko. Já. Svo förum við bara hérna í confirm. Lótiðunum 48 kíló, ég held að það sé bara ágætt sko. Það ekki? Og hendum okkur bara af stað. Bara let's go. Já. Head out. Head out. Svo getur þú farið í svona, ertu með svona enga herbergi inn í þessum svona compounds. Þar getur þú farið í sturtu, þú getur farið á klósettið og til þess fór ég á klósettið á hann og það var mjög gott því að það var hægt að búa til handsprengjur hægðunum hjá honum. Handsprengjur úr hægðunum? Já, þú veist, hann var að kúka og þetta er setning sem að ég bara hef aldrei heyrt áður. Já, kom vísindamaður og sagði bara, já, hörru, takk fyrir að hafa kúkað þetta í klósettið, við getum nýtt hluta þessi handsprengjur. Og ég bara, ok, ég bara endilega bara gerði það sem þú þarft, sagði ég. Use my poop. Já, heyrðu, hvert er að fara? Poop is gold. Heyrðu, það er head for harbor. Ef hann fara bara harborið það. Við höfum bara hunsa alla viðvarna, séu nú er komin á faratæki, það er í þessu líka. Grafíkin er alltaf mjög góð í þessu leik, sko. Cutscenes, geggjuð og þau eru sko örugglega fleiri klukkutímar. Þú getur meira að spila leikinn á very easy þannig að þú bara brunar ekki leikinn bara eiginlega til að sjá cutscenes og upplifa hann eins og bíómynd. Þannig að það er ýmislegt í þessu. Þú ert náttúrulega ekki að gera það. Off limits. Ekki fyrir mig. Wow, þetta vissur. Wow, við erum búin að vera ómikið saman. Já, ég veit að þetta er rosalegt. Þetta er ekki gott. En ég meina fyrir þá sem fíla Hideo Kojima og svona hans skrýtnu sýn á hlutina, þá myndi ég mæla með þessu leik. Það koma mjög skrýtni karakterar fram, sagan er alveg svona weird og hvað er þetta? Þetta er svona litlir ormar sem maður þarf að borða til að halda blóðinu gangandi, svo missir ekki blóð. Já, þú mátt ekki missa blóð. Hvað myndir þú gera ef þú myndir missa blóð? Ég veit ekki, hvernig myndir þetta í huga að borða orm? Ég veistu það ekki, ef þú myndir missa blóð þá myndir bara borða orm mættilega? Nei, lognast út af. Þannig að til að maður lognast ekki út af þá maður að borða orma sko. Yep. Þetta er bara þetta meikir allt sens. Já, svo er þessi dama, maður kynnist henni frekar snemma í leiknum sko. og þarna er hún að fara að bjóða. Hún er frá okkur öðrum sko samtökum, við erum að keppa yfir Bridges en hún er með Fragile Express. Það er svona bara svo DHL eða þannig. Hún er svona sendi og þú ert pósturinn. Ég ætla að segja sendi tík sko. En þetta er sko, hann er sendisveit og hún er sendill, kvenkinn sendill. Er það ekki bara sendill líka? Jú, sendill. Þetta er allt sendlar. Þetta er sendlar, já. Þannig að hérna, hvað er Fragile Express? Þannig að hún er DHL og við erum pósturinn. Já, við erum svona að svipa. Já, við erum aðeins hægari. En heyrðu, þarna er komin bátur maður. Ég veit það, flottur. Hann er frá Fragile Express. Já, við erum ekki með þetta svona. Nei, ég held að séum að fara í hérna bát samt. Pósturinn er ekki að splæsa henni svona fancy. Nei, svo sérðu hann er með skó á sér. Að maður skiptir skó, af því hann eyðir náttúrulega skóm þegar hann lappar svona mikið. Og það er maður að skipta skó, fá nýja sko. Episode 3, Fragile. Jesus. Já. Þetta er rosalegu leikur maður. Þannig að ef þið er gaman að svona, þú veist... Þetta er náttúrulega svo mikið að keyra út í náttúrunni, og lappa út í náttúrunni. Jó, þetta er mjög mikið þannig. Þetta er náttúrulega bara open world leikur þar sem þú ert að sendast til í byrjun, svo farir náttúrulega alltaf mission sem þú ert að vera að gera eitthvað. Það er svona óþekkt kvikindi allt í kring sem eru bara svona einhverju hálfgerðu draugar og þú voru að halda niður andanum þannig að þið sjáuð ekki. En þú sér hérna cutscenes svona, þetta er allt mjög glæsilegt. Mjög vel gert sko. Þannig að leikurinn er sko, það sem ég segi sko, þetta er svona eins og að horfa á fallegt surrealist listaverk að spila þennan leik. Já. Það er eiginlega þannig sem þetta lýsum. Myndirðu lýsa þetta sem afslappandi leik? Fyrir þetta að barnið er að öskra á fjarstýrinu? Já, svona öll í öfnu er það þegar maður er í sendiförunum bara róleitum, byggja brýr og einhverjum svona structures og einhver dæmi. En þegar til dæmis illu öflin náðir, þá fer barnið að hágráta og það heyrist í stýripyrrunum og maður er allur sækast allur upp og það fer sko í alvöru að hágráta sko. Og það er ekkert, maður er bara að hlaupa í burtu og það er að öskra á mann. Gæja að grípa í að barna öskraði og... Það er mjög skrítið sko. Mjög þægilegt. Já, það er mjög þægilegt. En hérna, við hittum okkur þetta, getum við ekki farið í gegnum þetta bara... Við veitum ekki hvað gerist á þessum bát. Nei. Ég ætla aðeins að reyna að sjá hvort við getum ekki farið í gott gameplay. Nei, hver kemur þarna? Konan í rauðu skónum. Það er systir okkar held ég sko. Þetta er fjölskyldan, forseti Bandaríkjanna hann í miðjunni og hann, þetta eru mjög mikið drama sko. Sámur,
Er hún á lífi þessi kona það? Manstu? Já. Hún vantilega dáin þessi stelpa. En já, þetta eiginlega svona, held ég hologram, hún föst á okkur strönd sem fullt af dauðum kvölum á. Þú veist, ég veit ekki alveg, þetta meikar ekkert sens. Ég er bara að reyna að lýsa því sem ég sé í leiknum. Er hún föst á strönd með fullt af dauðum kvölum? Já, en hún getur haft samband við hann, sko. Þú veist, eins og þú sér. Varstu ekki að segja mér að berast við hval einhvern veginn á fjalli? Jú, það var hvalur á fjalli og hvað er hann að gera þar? Sér, þarna er hún á ströndinni. Hvað er í gangi? Þarna er hann á ströndinni. Ég skil ekki neitt hvað er í gangi. Þetta er hann þegar hann var yngri, lítill, ungur. Þeir eru bara að fara yfir það. Það er ekki gott að vera í pinnahælum í svona sandi, sko. Nei, það er verra, sko. Það er alveg fáránlegt að vera að hendin í það. Hún er ekkert að spá í þessu. Sér, þetta er hann. Ungur Sam. Ó, sæl, systir. Ó, sæl. Sælar. Þannig viti. Nei, hver anskotin, af hverju er hún tvísvar? Hvað er, já, hún er með honum, hún er líka að horfa á... Þeir eru að horfa tilbaka. Svo það er eitthvað svona tímaelement líka í leiknum og þeir eru eitthvað að tala um allt sem á býr til og eitthvað svona getur sendt aftur í tíman. Þetta er alltaf mjög virð, sko. Þetta er mjög flókin leikur. Ég veit það. Þetta er allt mjög skrítið, sko. En kannski við getum skipað þessu líka bara. Já, bara skipa. Ég er að missa helling úr sögutræðinum. Ekki það ég vita neitt hann, sko, fyrir. Ekki það hjálpi hvað sem að skilja eitthvað hvað er í gangi og berstu hval upp á fjalli. Já, hvalurinn undan fjallinu var reynda legendary í bardagi, sko. Þá voru búin að keyra móti í alveg fjallið og kom bara risa hvalur og ég var að berjast. Hvað? Var hann bara að synda í himnum? Nei, það er og hann bara á grasinu bara... Nei, þetta er illa. Nei, þetta er illa. Kill me! Þetta er ekki steypireið, skilur við. Þetta er alvöru hvalur, þú veist, bara svona illur hvalur sem bara er, þú veist. Þú veist ekki að selja mér þetta, sko. Nei, þetta er hluti af vondu görunum. Kill me. Nei, hann var ekki þann. Ég er búin að vera fastur á þessu fjalli í 4 ár. Nei, hann var að reyna að drepa mig. Hvalurinn. Það meikar ekkert sens sem þú segir, sko. Já, ég mynd. Hvað? Þetta er hrikalegt. Það er ágætis loading tími, resume game. Getur ekki farið í eitthvað gameplay, getur ekki sýnt eitthvað impressive. Ég vil fá, eina sem ég vil sjá. Er því að berast við hval. Við fyrir alltaf bara nýtt cutscene. Já, þetta er mikill cutscene leikur, sko. Ég er kannski ekki þurft að segja það. Þarna. Sko, head for Lake Knot City. Sjö, nú hellum við á baki ánum. Þú áttur auðvitað með að henda þessum með baki. Já, hann er mjög léttráðið, sko. Sjáðu, svo fer maður hérna bara upp. Hérna er eitthvað ceramics. Hendum öll á bakið á, eða ekki? Sérðu, 51 kíló. Við tökum alveg, nei, heyrðu, shit. Nú er ég vondur. Hvað er mikill munur þegar þú ert með 30 eða ert með 80? Já, sjáðu núna, ég get sýndir það, nú fer hann að halla kallgrið. En þú ert samt bara hálfnær í það sem getur verið. Þá þarf ég að íta L2 til að hann ná í ballan, sko. Annars dettur hann bara. Sjáðu, nei, maður engar snöggar hreyfingar, þá fer allt í fjandann, sjá hún. Þannig að ég hef ekki að taka hérna vasttank hérna, sko. Það var aðeins svo mikið, en ég get bæta á. Já, ég meina, taktu meira. Upp með þetta. Þetta er ekki 70 kg, sko, 85. You can do it. 99. Nú fyrir allt í vitleysu. Nei. Þetta lúkkar ekki þær. Hann er allur rugli kallgreið. Þú ert líka með 99 kíló á bakinu. Og þetta er hærra en þú. Þú veist, ég er að taka 100 í back. Heyrðu, já, við erum að fara þarna. Ok, fyrir bara þangað. Sjáðu. Roll in. Þetta er rosalega að vera með svona mikið. Ég hefði kannski ekki að taka svona mikið. Já, þú getur þetta alveg, sko. Já, þú verður bara að adjusta allan tíman. Svo getur maður verið með svona reynd að halda balans. Kallgreið. Elskuðu strákurinn. Sko, þú getur aldrei gert það, sko. Það er eins og sett að halda manni því að skótnir koma svona... Já, reyndar. Þetta eru 9 skór, sko. En þú sér hérna niður í vinstra horninu, skótnir eru í góðu ástandi. Já, það er sérstakt bar fyrir það. Já, skólevelið. Eðlilega, maður. Hvað finnst þú? Þetta er á... Tónlistin, þú getur valið lög, fullt af góðum lögum í þessu. Skúter? Skemmtileg listar, nei, ekki skúter held ég, sko. En býtu, hvert eru að nálgast þig? Ég ætla að fara hans í mappið, eða? Já, þetta er bara hana... Sko, er þetta ekki Innan bara hérna? tíðar. Er þetta ekki hérna? Er þetta ekki bara hana? Hann er svolítið rólegur leikurinn, sko, en þannig konur eru bílar, kannski geti ég hendt upp hérna hleðsluturni og verið í bíl. Já, hvernig verður það? Það verður að hlusta á róandi tónlist og svo hlaupa með 100. Sjá, nú er hann þreyttur. Þú getur gert eitt, sjá. Nei, getur hann ekki. Hvað er þetta að gera? Ég veit það.
get ég lagt mig, eða svona, sest niður, ekki gott að setja með þetta á bakinu, svo ég bara hérna, ég geti farið að nutta á mér axlirna. Þú ert bara situr þarna með 99 kíló á þér og ert að nutta á þér axlirnar. Helvíti gott. Hvað gerir þetta eiginlega? Þetta bæði það seifa leikinn þegar þú hvílir þig og líka getur sofið þarna og stretch legs til dæmis. Hann er bara að koma sér í form sér. Þetta er puð að vera sendil, sko. Þetta er puð að vera sendil. Já. Sjöðu, hann er í bullandi teygjaæfingum hérna. Maðurinn er að beygja sig niður með 100 kíló á baki. Já, sjáðu, stendur upp. Ekki máli. Ég myndi vilja sjá þig standa upp með 100 kíló á baki. Þú getur ekki eins og staðið upp í úlpu, sko. Þú getur það bara þannig, ég meina, þetta er what a man. Þú getur að beigt sér niður með þetta. Þú fyrir hann létt með þetta. Já, easy peasy. Þetta er satt alveg vesen, sko. Er ég á réttum staði það? Nei, ég held ekki, sko. Þetta ekki fara hann niður? Ég held ekki, sko. Og ég fara hérna niður? Ég veit það ekki. Við séum svo langt frá, sko. Er þetta ekki hann niðri? Já. Er þetta ekki hann niðri? Já. En þetta er alveg, þú veist, skilur, þetta er alveg rólegur leikur svona til að byrja með, sko. Og menn hafa verið misjafnlega ánægðir með hann er að fá 83 eða 4% meðaltali og Metacritic, sko. Sem að, þú veist, er alveg fínt. Ég fíla hann ágætlega, þetta er svona rólega þetta leikur sem þú getur dundað í. Hann er svona alveg sæmilega flókin. Þú ert að, eins og ég segði, þetta er svona tíma til að koma virkilega inn í þetta. Já, þú getur að byggja byggingar, hérna, make delivery. Sko, sérðu gamla maður. Hver var að gera delivery? Bara þetta gastu. Sérðu? 100 kíló. All 3 containers of 8 to Lake North City. Þú myndir vilja hafa mig sem... Hvað er þetta? Ég er bara að flexa. Það er ekki neitt. Þú veit ekki hvað þetta er. Sérðu, þetta er bara gúmmí. Þú myndir vilja hafa mig sem post í 270. Já, það væri gott að ekki 270? Fá hérna Mosó IKEA bæklingana frá þér, sko. Já, ég myndi skila þeim á réttum tíma. Stráheilum, sérðu. Og svo myndir þú standa fyrir utan bara eitthvað. Svo kemur svona results, ég fekk ykkur 118 like og það er allir ánægðir með mig. Ég skil ekki, hvað farið þessi like? Þetta er eitthvað bara úr leiknum, held ég, sko. Þessi like sem þú varst að tala um á hann, 3700, þetta er úr leiknum. Þetta er ekki frá öðrum play... Hugsanlega, ég veit það ekki. Heyrðu, má ég sjá, hvað er að gerast? Amount of materials, Þetta er það sem er grunaði. Ég er að opna. Þetta var alltaf mikið likes. Ég er að opna, sérðu hvað ég er að gera? Ég er alveg að expand the game. Þetta er rosalegt. Þannig að nú er ég bara að klára mission. Ég er búinn að klára mission verið. Það var ekki mikið action í þessu sem. En það er alveg actionur á milli. Þegar grátandi barnið er... Já, þú varst að berast við eitthvað svona slímt kólkrabba á það með grátandi barn í fjárstýringunni. Já, sérðu, nú lætur hann þessa sko lykla í vélina og það sem gerist þá opnaði fyrir svæðið sem ég var að fara á. Já. Og þá bara expandar það bara eins og Assassin's Creed og eða flestum svona leikjum. Þú nærið einhverjum turnum með einhverju dóti, sjá þetta barnið. Nei, sæli! Það er ennþá með alveg nafnarstrengin og stöð. Herru, en allavega, þetta er Death Stranding svona í, hvernig líst þér á þetta? Mér heitir furðulegu leikur. Já, séu núna opnast þetta svæði. Jú, það er eitt sem ég átti eftir að segja líka. Ég man ekki hvort ég er búinn að segja það ekki. En nú, að því ég var að opna þetta svæði, þá get ég séð allt sem hinir voru að hjálpa mig með. Aðrir leikmenn. Allt þetta hér er eitthvað sem aðri leikmenn eru búin að gera. Þannig að þeir eru búin að setja upp stiga, skilti til að vara mig við og alls kyns dót og ég get nýtt þetta, ég get nýtt stigana sem þeir eru búin að setja upp og reipin og allt þetta. Þannig að leikmenn eru að hjálpa okkur öðrum þó að þau sé að spila sikkert leikinn. En verður ekki of mikið? Nei, það verður ekki vera. Er þetta svona svæðaskipt? Já, hlýtur að vera eitthvað. Væntanlega ekki bara með öllum playerum í heimi sem spila leik. Nei, það væri örugglega allt í rugli. Það væri bara skilti. En ég er að nýta fullt af byggingu sem aðra hafa gert, þú veist, byggja brýr og eitthvað svona sem aðra hafa að gera. Nei, systerinn mætt aftur, Siler, Ground Zero. Loksins kominn. Já, þannig að það er hellingur í gangi hérna. Death Stranding, bjarga Bandaríkjunum í einhverju skrítinni framtíð sem sonur forsetans og ég mæli með hún. Þú ert búinn að spila 10 tíma, þú ert alveg að fíla þetta. Já, ég er Kojima maður. Ég elska að láta svona
eitthvað tandra mig með svona surrealisma. Það er eitthvað við það, af því að líka það er vel gert, leikur ógeðslega flottur. Ég meina þú átt alveg að vita hvað þú komaði í með þennan leik, þannig að þetta er rólegur leikur, sko. Já. Hann er búinn að segja það. Já, en ég mæli með honum, þetta er bara svona skemmtilega öðruvísi leikur. Þannig að þeir sem vilja svona öðruvísi leik og eru Kojima fans, fíluðu Metal Gear Solid og svona sem að reyndar örlítið meiri hasar. Það er smá. Já, þá er, og það mæli með Death Stranding.